innviðir eru eitt af því sem að menn hafa haft áhyggjur af í undanfornum eldgosum og núna í enn eitt skiptið hefur hraun farið yfir Grindaveginn og gott betur því að hraunið fór alla leið að bílastæðinu við Bláa lónið og fór þar yfir allt stæðið og þar eru ótrúlega skemmdir. Hvernig svona horfir á þetta gos svona í samanburði við síðustu? Þetta svona meðal stærð og allt það og náttúrulega bara þetta alveg sama stíl og öll hin. Þetta bara sama sprunga, 17. sprungan sem í rauninni jaðarinn á Evrasíuflekanum og meðan við erum að losa spennuna þar þá kemst kvikan upp og semst við erum komin núna með nokkur gos hérna og sem þýðir það væntanlega að sko þegar að þessu fleka hérna, þessum parti af flekamóndunum búin að losa spennu, þá fórum við að losa spennu hérna inn í eldvörpum og jafnvel út á Reykjanestá. Áttu við minni, út á Reykjanestá. Það sko flekamótin hér, þau liggja frá brúnni á milli heimsálfa, þar göngum við inn á Ameríku og ef við göngum inn á Evrópu þá gerum við það hér á Sundarsprungunni. Þannig að flekamótin um 10 km breið og við erum byrjuð að losa spennu þar og við byrjuðum semst austast og síðan á eftir að losa spennu hérna í miðjunni og svo við Ameríkuflekann. Kom þetta gos þér á óvart að það skyldi koma einhvern veginn á þessum tíma? Þá búið að tala eitthvað annað? Já, í sjálfum sér sko, því við náttúrulega, þetta búið að vera svo reglulegt og þetta fór alltaf upp fyrir hæðina og allt það, þannig við vorum svona kannski að halda það að það myndi halda því áfram. En svo náttúrulega í kringum 13. nóvember þá var kurvan flöt, þannig þá var greinilega eitthvað að gerast og það hefur væntanlega verið aðdragandinn og svo skjálftarnir voru svo sem ekki voðalega miklir, þeir voru meiri þarna söður af Eldey heldur en var hér. Þannig, auðvitað var þetta óhænt, jú. En nú sjáum við þetta gos í samanburði við síðasta sem var í ágúst, það var komið miklu meira norðan megin. Já. En þetta, hér kemur hrauntungan og fer mikið hérna og mikil ferð vestur. Já, sko það sem gerðist sko að fyrir ári síðan þá byrjum við að losa spennuna hérna síðst á Sundarsprungunni sem Grindavík. En þar kemur ekki kvika upp því að þetta tvenns konar ferli, þetta annars vegar kvika sem að koma inn og svo það flekahreyfingin sem að rýfur oft í sundur og kvikan kemst upp út af því. Og það að þetta fór svona norðarlega hérna í ágúst að það bendi til þess að við séum farin að losa spennu hérna fyrir norðan og þetta fer ekkert voðalega sunnarlega en heldur áfram norður úr en náttúrulega ekki eins langt norður og gerist í ágúst. En þetta kemur alltaf hérna á miðri sprungunni sem á milli Stóra-Skógfjörð og Sýlingafjörð. Það greinilega pípan upp og svo bara fer þetta eins og blævangur inn í flekamótasprunguna og kemur þannig inn upp. Og nú náttúrulega bara hleðslan orðin svo mikil inn á svæðinu að brattinn hann meiri til vestur. Og þess vegna sko núna þá fáum við meira hraun til vestur sem mikla hraunstraum og það orðið ansi bratt. Þannig að þetta kemur æði hratt niður og þetta var komið ansi snemma yfir veginn og hérna niður úr. Og við sjáum það líka á því að við skoðum hérna, ef við skoðum með dróni eða eitthvað, þá sjáum við að hraunið allt komið í rásinn. Orðið eins og jökulá eða á. Það veldur því að hraunið komnar minna og það kemst lengra niður eftir. Það stjórnast líka svolítið að brattanum, því að það meiri bratti til vesturs heldur en austur. Kemur náttúrulega, óvörum að þetta nær alla leið niður að Bláa lóni? Sjálfur sér ekki óvörum úr því að koma vestan megin. Þá var alveg það bara í gærkvöldi þegar fyrstu myndir hérna opna Þorbjörni og þær sýnda var svo mikið sem fór vestur. Það var ljóst bara í upphafi þetta færi við veginn og svo það bara spurningin, sko, aðalatriðið þessu það sko ef að hraunið nær að búa til ála í staðinn fyrir að vera breið úr sér eða það breið úr sér og þá kólnar það hratt niður og kemst ekki lág. En leið og getur búið til þess að ála að þá getur það runnið það sig. Bara eins og gerist í maí hérna hraunið sem að hlóð sig upp við garðinn hérna fyrir aftan. Varnargarðinn náttúrulega sanna sig. Það alveg klárt, auðvitað, og þeir virka alveg ágætlega í svona því við erum með kviku sem tiltölulega fljótandi, svona þunnfljótandi. Og við erum í tiltölulega flötu landi, sko. Þú veist, þá við sjáum hérna einhverja hól og eitthvað, en þá þetta ofboðslega flatt land, sko. Og það eiginlega bara kjöraðstæður fyrir að vera með svona varnarvegg.
segir þetta okkur eitthvað næsta gos? Ég meina, lærum við ekki eitthvað af hverju einasta gosi? Jú, við náttúrulega gerum það. Við lærum í hverju einasta gosi og sjáum betur hegðunina og þá getum við betur séð fyrir í upphafi gos hvert hraunin ætla sér nákvæmlega og allt það. Þannig við lærum endalaust.